Já, komið sæl. Ég heiti Guðmundur Valur og ég prófessor í iðnaðarverkfræði. Mér langar til þess að segja ykkur aðeins frá náminu okkar og hvað við gerum í rauninni þegar við erum búin með námið. Þannig að mér langar svolítið til að taka þetta út frá það sem við endum á að gera, ekki endilega það sem námið fjallar heldur það sem við endum á að gera. Iðnaðarverkfræðin gengur út á að raða saman í rauninni tæknilegum lausnum frá fullt af hinum verkfræðunum, setja það í einhvers konar samhengi, setja það fólk á það og koma því svo einhvers konar rekstur. Þannig að við erum í rauninni að raða saman kerfunum sem mikið að hinum kollegum okkar búið til. Þegar við komum að þessum kerfum hreinum í rekstri, þá þurfum við ofta að bæta þau. Þannig að við erum annars vegar að búa þau til frá grunni og hins vegar að bæta þau. Þannig að markmið okkar alltaf að skoða heildstætt hvaða sem fer fram í því umhverfi sem við erum í og reyna að koma fram umbótum á því. Minnka sóun, og það þá bæði átt við efnislega sóun, eins og hráefni, og svo tímalega sóun, þar sem hlutinni taka langa tíma. Þannig að það sem gerir okkur líka svolítið öðruvísi heldur en mikið af hinum verkfræðunum að við vinnum með fólk beint. Við erum ekki að gera hluti fyrir fólk, heldur við erum að nota fólk inn í okkar kerfum. Þannig að við notum fólk alveg sem við notum tæki og tól og aðferðir til þess að koma fram kerfum sem virka eins og þeir að virka. Þannig að markmið okkar alltaf að gera kerfi sem gera þessu eiga að gera og gera þau eins skilvirk og hægt er. Þannig að þessi hugmyndafræði með að fólk sé partur af kerfinu, hún þýðir það við komum fram við fólk eins og fólk sé auðlind og við þurfum þar alveg að vita fullt af hlutum fólk. Við komum þar alveg að alls konar grundvallar hlutum hvernig fólk virkar inn í kerfum, hvernig það hegða sér, hvernig það að stjórna því. Að því að við komum að því að búa til kerfin og umbæta kerfin, þá komum við líka að því að stjórna kerfunum. Þannig að nafnið iðnaðarverkfræði kann kannski að virka svolítið ruglingslegt, en rauninni gæti þetta heitið kerfisverkfræði eða rekstrarverkfræði eða umbótaverkfræði. Og það allt þetta út frá þessum nálgunum okkar með að hlutinni séu kerfislegir og við ætlum að bæta það. Hvernig gerum við þetta svo? Við vinnum okkur þannig að við erum alltaf að hugsa hlutin í heildstæðum myndum, þannig að við erum að hugsa kerfi eða ferli. Og við ætlum að reyna að gera einhvers konar heimsmynd af þessu í gerviheimum eða í líkani. Þannig að við ætlum að nota líkananlega og tölvunarfræðilega nálganir á því hvernig við finnum út í hvernig kerfi virka best. Þannig að við annars vegar lýsum kerfunum, teiknum þau upp sem einhvers konar líkan og reynum svo að bæta þau í líkanaheiminum áður en við svo breytum þeim í raunheimum. Í raunheimum þurfum við svo líka að fást við alls konar stjórnunarleg vandamál. Við þurfum að sjá til þess að gæði séu í lagi, við þurfum að sjá til þess að framleiðslan gangi upp og við þurfum að sjá til þess að vörur séu að koma út og þessi nægileg nýsköpun og við þurfum að reka þetta og stjórna þessu. Þannig að við komum að alls konar í rauninni þáttum sem snúa að rekstri fyrirtækja, alveg frá því að hanna þau upp í að reka þau. Við erum með náttúrulega raunvísindi og grunni svo allir aðrir verkfræðingar og svo notum við mikið af stærðfræði og tölvunarfræði til þess að hjálpa okkur við að búa til betri ákvörðanir. Þannig að þetta býður upp á mjög víða nálgun á þar sem við erum að gera. Ef við hugsum kannski aðeins í hvaða samhengi þetta gert í náminu hérna hjá okkur, þá námið BS-nám og það svo 180 einingar á 3 árum, en til þess að fá að kalla sig verkfræðing þá þarf maður alltaf að taka meistaragráðu. Í iðnaðarverkfræði erum við með næstu 50-50 skiptingu á kynjunum, sem einstakt. Og við erum með rúmlega 30-40 manna hópa á hverju ári, þannig að þetta fjölmennt nám. Það skiptist upp í 25 skyldunámskeið og 5 valnámskeið. Valnámskeiðin eru ýmiss konar, eitt bundið val, en 4 eru tiltölulega opin og við megum til dæmis taka námskeið sem fyrir utan deildin okkar. Til þess að hjálpa nemum við að komast inn í þennan heim sem við erum að reyna að kynna, þá erum við búin að búa til í rauninni leiðbeinandi val fyrir þessi 5 valnámskeið. Og við erum búin að stinga upp á í rauninni 6 hópum sem styðja í rauninni við mismunandi bragð af iðnaðarverkfræði. 3 hóparnir eru hrein og klár iðnaðarverkfræði, stjórnun nýsköpunar, aðgerðastjórnun og ákvörðunarfræði. Og 3 hóparnir eru tenging iðnaðarverkfræðinnar við önnur nám. Ef við byrjum aðeins að hugsa þessi 3 sem eru okkar kjarnasvið, þá stjórnun nýsköpunar sú aðgerð þegar við komum svolítið að hreinu borði og við þurfum að skipuleggja og hanna nýtt kerfi. Eða við þurfum að breyta kerfunum svo mikið að þau fá í rauninni allsherjar yfirhalningu. Aðgerðastjórnun snýr meira því að koma að núverandi kerfum og reyna að bæta þau. Og megnið af því sem við gerum þarlandi aðgerðastjórnun því að megnið af kerfum eru til og það kannski ekki að hönna það frá grunni. Þannig að þessi 2 eru svona
Umfang breytingana. Ákvörðunarfræðin, hún svo þessi líkana nálgun okkar að hjálpa okkur við að taka betri ákvarðanir og komast betur inn í það hvað það sem að þarf að gera og hvernig hlutinni virka. Hinir þrjár leiðirnar, stjórnun snýr átt að viðskiptafræði, framleiðslu átt að vélaverkfræði og hugbúnaður átt að hugbúnaðarverkfræði og eru svona keimlíkar því sem við erum að gera í grunn iðnaðarverkfræði. En hvað gerum við þegar við erum búin? Iðnaðarverkfræði gæti þess vegna heitið allt, ég get unnið hvar sem verkfræði. Og við komum að öllum iðnaði í landinu, flugiðnaði, framleiðsluiðnaði, sjávarútvegi, flutningi, þjónustu, hvar sem Þannig að hugmyndafræðin okkar virkar á allan iðnað, þess vegna viljum við halda þessu iðnaðarnafni. Og okkar fólk vinnur í öllum þessum geirum. Eftir bachelornámið, þá erum við búin að hanna þetta þannig að námið veitir þér praktíska reynslu til þess að fara út og leysa praktísk verkefni. Það svo hægt að taka áframhald til þess að fá verkfræðititilinn, annarkvort í hreinni iðnaðarverkfræði eða fari meira átt á stjórnun og það sem við myndum kalla tæknistjórnun eða industrial management. Og það eru mjög stór hluti af okkar nemum sem tekur þennan stjórnunarvinkil. En inntak basically iðnaðarverkfræði fæst við tækni og aðferðir og fólk til að reyna að gera heiminn okkar betri. Takk fyrir.